Já, við erum komin að leikhúsi eins og reglanir hérna við rauðaborðið, þá höfum við það þannig að ég sendur okkur sýningu og svo fæ ég aðstandendur viðkomandi sýningu til þess að ræða við mig. Og í gær fór ég á rakarann frá Sevilla, varum að sagt í gamla daga í útvarpinu, en núna myndi fólk kannski segja rakarann í Sevilla. Þetta ópera eftir Rossini og hingað eru komin þau sem að sungu megin hlutverkin. Það Ragnar Pétur Jóhannsson sem bassi, Sólveig Sigurðardóttir sóbrann, Áslagur Ingvarsson baríton og Þórhallur Auður Helgason tenor. Það vorum að ræða aðeins þegar ég ákvað að kynningu svona sem bassa, sóbrann, baríton og tenor, að hvort að þetta fylgdi eitthvað svona karakter, af því að í óperónum náttúrulega þessi karakterar sem eru bassar, þú veit annað hvort kóngur eða illmenni eða... Fæ aldrei konuna. Nei, þú sjaldan hetjan. Aldrei hetjan, nei. Hvað er það, hvað dæmi það? Nei, ég held ekki. Það alveg til dæmi, en það ekki algengt. Alls ekki. Ekki í þeim óperum sem við höfum sett upp. Nei. Og þú ert meira og minna bara í andaslítrónum af ást sem sjaldan leiðir til hamingju. Já, mjög gjarnan 14-15 ára að deyja úr ást og missa vitið, eitthvað svoleiðis sko. Þú færði kannski að vera svona... Barítónin oft svona, sko, finnst mér, allavega í því sem við erum búin að gera, þá þetta oft, sko, sá sem annarkvort að stuðla að því að tenorinn og sópranin geti elskast, eða sá sem að koma í veg fyrir það, sko. Já, en þú ferð ekki að vera kóngur eða valdsmaður, þannig þú ætti að vera lævís svolítið oft? Já, barítónin oft getur verið lævís, sko. Refur. Þú ert einmitt oft svona típan sem að kemur ekki frá forréttindum, þú veist, en hefur þurft að vinna þig upp þangað á eigin verðleikum eða með eigin klækjum og brögðum. En kemst aldrei að toppin, sko? Já, sko, ef við erum að tala tenorhlutverkin, þá voru þau oft þau sem eru með hæstan status að nafninu til. En oft það barítónarnir sem að hafa hærri status í senunum. Af því að þeir eru bara miklu klárari. Og ég satt að segja alveg komið með nóg að því að leika ástsjúka vittlausa tenora líka, sko. Þeir eru ekki 14-15 ára, þeir eru alltaf aðeins eldri. En that's it. Það fer ekki tenorvel. Það virðist allavega að hafa verið svona almenn hugmynd á 18., 19., 20. Og það oft sagt að það sé bara svona 5 sögur til í heiminum. Þetta voðalega hátt mat innan óperugeirans, finnst mér. Það sé svona 2. Og ekki síst inn í svona ítölsku óperunni sem að þessi tilheyrir. Hefð. Það þetta mjög fast nelt. Sko, svo þetta sko alveg, þú veist, fara menn að brjóta upp formið, sko. Og eins og þess að þegar Verdi skrifar Rigoletto, þá tenorinn, sko, hann the love interest, en hann samt vondikallinn. Á sama tíma. Að það eiginlega allir vondir nema sópraninn, sko. Já, hún líka 14-15 ára að deyja ást. Já, hún ennþá svo sama, sko. Og fær bókstaflega að deyja ást. Frá þessu verki þá svona upp úr þessu sem að menn fara að raska þessu. Eitthvað leyti. Já, það samt sko alveg þetta leyti á 19. öldinni og fyrir svo sem óperun farin að gera grín á sjálfur sér. Þeir eru ofta, þú veist, eins og til dæmis í verkinu sem við tókum síðast, Postjóni, Le Postillon de Longjumeau. Sú ópera snýst bara eiginlega að öllu leyti það að gera grín að óperum. Við gerðum svolítið samanburð varðandi, þú veist, Scary Movie eða Scream. Það sem að, þú veist, hryllingsmyndir eða svona thrillerar höfðu bara tröllriðið öllu síðustu 10 ár þegar þessar myndir koma út og það þekkja allir minnin í þessum myndum. Þannig að þú þarft ekki nema bara rétt að ýja að því, þá skilur fólk að hverju þú ert að gera grín. Og Le Postillon de Longjumeau það fyrir þennan tíma. Óperur voru bara það mikið inn í samfélagsvitund fólks að þú, til dæmis eins og ástardúett okkar sem þú veist, einhverja 12 mínútur, það ekkert sem gerist í honum. Þetta bara ódauðleg ást, já, ódauðleg ást.
ódauðleg ást. En þannig, ég veit ekki með ykkur, en þegar að fólk ungt og ástfangi þá getur að vera í þessu ástandi saman, sko. 12 mínútur ekkert mikið, sko. Það ekki langt. Á þeim mælikvarða það mjög stuttur tími, sko. En þannig að ykkar uppfærsla eins og þú segir það sem verið að einhver leyti að taka svona hæðnið sjónarhorn á óperuna. Það ekkert í sögunni sem uppur sambærilegri sögu. Ég kann nú ekki alveg þá sögu að Brúðkaup Fígarós, að það náttúrulega sumuleyti mætti halda því fram að þarna væri verið að búa til svona nýja stjattarsýn sem að aðalsmaðurinn Bjáni en alþýðumaðurinn Klár. Það var ekki til áður. Já. En það ekkert svoleiðis í þessu verki. Sko, nei, það mögulega það meira í leikverkinu, sko. Þetta er sama leikverk, sko. Þetta er sama leikskáld, sko. Og hann er miklu sá maður sem skrifar þetta, hann er alþýðumaður sem að kemst til metorða, sko. Og er mjög gagnrýninn á stéttaskiptinguna, sko, og hvað allir kemst upp með mikið, og þegar hann skrifa Brúðkaup Fígarós þá leiðir hann sér ennþá meira, sko. Það eru líka komin nær frönsku byltingunni tíma á, sko. En reyna að segja að það sé augljóst að aðallinn nýtur ekki stöðu sinna vegna veruleika sinna. Já. Það bara ekki þannig. Og Fígaró svolítið holdgervingur þess, og þetta ekki jafn skýrt í þessu fyrsta verki. Man veit svo sem heldur ekki líka, sko, að því að hann skrifaði Rakarinn í Sevilla nokkrum sinnum og það sem hann birtist fyrst á sviði var bara það sem var samþykkt. Og það voru ýmsar útgáfur fyrir það sem að bara fengu ekki að fara á svið. Það fyndi sko að Marie Antoinette þá 14-15 ára heillaði svo rosalega. Var það ekki Rakarinn eða var það Brúðkaup Fígarós? Það var Brúðkaup Fígarós. Lék meira þess að í því. Já, hún var held í Susanna. Þegar þú settið upp í versölum. Já, og hún skildi ekki, hún hefur ekki alveg, maður veit ekki, en maður svona reikna með því að hún hafi ekki alveg fattað að hún var kannski smá í skotmiðinu þarna. Margbrótið það getur verið hún hafi fattað það. Mögulega. En ég held að Napoleon hafi sagt sko með þá einkum Brúðkaup Fígarós að í hléinu á frumsýningu Brúðkaups Fígarós, þá leikritinu, hafi franska byltingin í rauninni þegar verið hafin. Að þessi ólga sem fólk fann fyrir í hléinu. Og maður veit ekki með Rakarann hversu mikið skilaði sér öðruvísi. Hversu mikið var sko tongue in cheek verið það í að hinna þessu. Sko það sem er í Rakarannum sko þá erum við með þessar tvo karlmenn, annars vegar Greifan sem að getur allt af því að hann er með status og það er aðeins sko búið að tóna það niður í okkar uppsetningu bara til þess að einhvern veginn geta miðlað þessu betur í nútímanum, en upphaflega þá kemst Greifin upp með allt saman bara út á statusinn á meðan Fígaró hann þarf að vinna fyrir öllu til þess að hafa sinn status, og það mögulega er ádeilan á aðalinn í því verki sem að verður síðan ennþá sterkari í Brúðkaupi Fígarós þegar Greifin er ekki lengur í romantískri leit heldur í hjónabandserfiðleikum. Þetta á svo sem við í dag kannski geta einhver sagt. Lögin, það er alltaf þess að þið farið eftir lögunum, en það eru sumir sem er ekki bundir af lögunum. Við erum alltaf varfið. En það er ekki út af þessu sem að þið eru að setja þetta upp, að þetta sé í eitthvað inntakverk sem segi erindi í nútíman, eða hvað? Sko, ég held að næstum því allar sögur, ef að við setjum það í samhengi, eigi erindi við samtíman. Það er að segja, við getum hvort þið aldrei settar upp öðruvísi heldur en í samtali við nútímasamhengið. Við erum nútíma fólk. En Rakarinn er... Það er eiginlega ekki hægt að bjóða upp á þína persónu í nútíman. 14 ára
Ástfang. Það sem ég segi, þú þarft Miðaldra að kalla. setja það í annað samhengi, sko. Já. Þú þarft að leyfa þér að ímynda þér að hún sé eldri eða að, þú veist, hún hafi meira vald eða, við breyttum ansi miklu í rakaranum til þess að gera það, af því að annars þetta bara kona sem haldið fanginni af einum karlmanni og svo henni bjargað í burtu af öðrum karlmanni og hún hefur voðalega lítið það að segja, þó hún vilja að henni sé bjargað þá, þú veist, og séu alveg ástfangin á honum, þá þetta samt síðan eins og kemur í ljós seinna, það var nú kannski spurning hvort þetta mikið betra sem að tók við, sko. Nei, að vera upp á okkur hánskota straumaprins komin sem reynir fyrir að bara drullus okkur á reynir eins og Dagur Sigurðsson. En þið svissið eitthvað að þú ert að syngja hvað hans línur eða? Já, það þarna tenóraría í lokin sem er yfirleitt klift þegar þetta sett upp. En við ákvaðum að hafa hana með og skiptinni svona á milli okkar. Þegar við lítum yfir þetta fyrst, þá maður fekk bara ælu upp í kók af því að lesa hvernig þetta var lagt vegna þess að, veist, þeim mun meira sem við spáðum í þessu sögu, þeim mun meira fór þetta að vera saga Rósínu í rauninni og hún virðist ekki, maður fær það ekki á tilfinningana að það sé einhver þráður í upprunalega verkinu, ekki jafn sterkur og hinir allavega. En svo þá hún búin að vera undir hæl þessa manns sem í upprunalega verkinu sem þessa manns sem þessi maður hérna og í upprunalega verkinu þá hann voðalegur auli það auðvelt að spila á hann settur upp svona byggður á hérna commedia dell'arte svona stereotypu myndi Pantalone og þetta hann næstum því svona endearing að því leiti hann ekkit sérstaklega klár en svo hann samt að halda þessari konu fanginni og læstri inni og þetta einhvern veginn svona lendir voðalega skakt en síðan þegar Alma Víva kemur þarna á bjargarinni þá á hann bara restina af sýningunni þar sem hann bara að tala nú skalt þú gjöra svo vel og haga þér og hérna aumingja viðkvæma kona ég komin, núna getur þú anda léttar og veist það, óperan endi svona það myndi öllum líða bara hálf skítugum einhvern veginn og þess vegna rauninni bara eins og á fleiri stöðum í óperunni en þarna þá bara skrifiðu við gjörsamlega nýja atburðarás héldum tónlistinni en þarna á Rósína þá uppgjör við þennan mann sem að í okkur uppfærslu verulega hættulegur bara andlegur kvalari við göngum ekkert voðalega göngum svona rétt eitt skref í áttuna því að hann gæti verið líkamlegur kvalari líka en það gerir þetta allt öðruvísi sögu að við göngumst við því að þetta athæfi sem hann sýnir í þessari óperu passar ekkert endilega saman við það að hann sé einhver svona innfeldningur. Vilt þú koma með einhverja svona efsökun? Nei, ég meina, mér finnst það, ef maður hugsa við skoðum söguna, það þegar maður horfir á uppsetningu á þessu og hugsa ekki bara þetta sem óperu svona tónleika tónlist og hugsa hvað rauðu þráðurinn hérna í gegn þá fer maður að rekast á ákveðna þætti sem manni fannst ekki alveg nógu spennandi og nógu svona maður vill hafa það að sé einhver hætta inn í sögunni sem að sé eitthvað mikilvægt sem maður sleppur frá og ef þið líður aldrei allan sem áhorfandi ef þið líður aldrei eins og það geti eitthvað skelfilegt gerst ef þið líður alltaf eins og það sé bara nú bara fyndið og nú bara ópera og nú eitthvað svona, nú bara gaman heldur það sé svona alvöru ég finn ekki orðið á íslensku stakes það sé eitthvað að veði að það verður eitthvað í húfi og mér finnst við verðum að finna þennan þáðis og þetta náttúrulega tengist allt því að það ógeðslega spennandi að þýða óperu á þennan máta sem við erum að gera. Mér finnst svona tilfriki mín fyrir því sem við erum að gera með þessari vinnu að við erum að taka þennan listarannan loga sem að finna í verkinu sjálfu og við erum ekki að reyna bara birtar eins og hann kom einhvern veginn upprannalega fram. Við erum að reyna að taka þennan kynntil, bæta meiri við á eldin og halda kyndlinum lifandi með því að glæða lífin í núinu og þannig að hlutinir sem að við erum að segja, þetta ennþá sama sagan að þú veist, í því hvað hún við erum ekki að segja nýja sögu við erum að segja sömu sögu en við erum að segja hann á máta, reyna að segja hann á máta þannig að fólk skiljina eins og hún átti að lenda fyrir fólkinu sem horfði á það fyrst það að segja að þessi þú veist,
þessi hlutir, þetta sameiginlega minni sem fólk var með á þeim tíma, erum að draga það, nú ætlum að nota þetta minni sem við erum með hérna. Við veitum hvernig áhorfendur eru að koma á sýningar og það bil, Íslendingar, við veitum hvernig fólk hugsar og það svona stundum einhverju gamli brandarar sem að reiða sig á einhverjar sögur sem voru kannski frægar á 19. öld eða eitthvað annað sem að það myndi aldrei ganga því að við myndum ekki svona hvað þetta er verið að vísa í, skilur mig. Þannig að það að fá að þýða stykkið gera eiginlega verkum að maður geti farið þangað, sko. En það sem þeir að gera er að þeir eru ekki að setja upp óperu eins og hefðbundið er og því hafi bara ekki ráðað því eða aðstöðu til þess. Þá þarf að taka ykkur ákvarðanir og það er oft gert svona, það er nú frægt með Cirque du Soleil sem að tók sirkusinn og losa sig við dýrin og þá kom bara eitthvað allt annað út úr því. Þeir eru ekki með hljómsveit, þeir eru bara með eitt píanó og gítar í einni sinnu. Þannig að það fyrir músíkin, þannig að maður er möguleiki að setja þetta upp sem konsert, að vera með stærri hljómsveit og allir standa bara á sviðinu. En þið takið leikinn inn og mér finnst þið leggja mikið upp úr því að áhorfandinn skilji sögun og svo inn í sögunni og þannig að þetta er mikið leikhús. Þannig að þið vilja alls ekki missa það. Þannig að á bak þetta hljóta að vera svona alls konar ákvarðanir það hverju eigum við að sleppa og hvað er alveg nauðsynlegt að halda til þess að sé ópera. Og þá er það sagan, leikhúsið, söngurinn. Nefnilega. Og hljómsveitin. Sko við erum ekkert á móti að vera með hljómsveit. Nei, og það er ekki mikið leiktjöld. Það er leiktjöld að þau eru mjög lítil. Sko margar af þessum ákvörðunum eru einfaldlega teknar vegna þess að maður er ekki með fjármagn til þess að gera eitthvað meira. En það er ekki gott að, er ekki eitthvað hindranir í listsköpun? Jú, það er einmitt, sko, því þrengri ramma sem það er með, því oft kreatífara verður það að finna lausnindans. En við erum ekkert, eins og Áslaugur segir, við erum ekkert á móti því að vera með hljómsveit, við erum ekkert á móti neinum af þessum hlutum, en það sem að gerist þegar þú tekur þessa hluti í burtu, einmitt, að þá kemstu að því hvað það er sem er raunverulega skiptir máli. Og þá lærir þið að vinna með hlutina sem eru kjarnin í þessu og þá þegar þú síðan bætir hinu við þá tapar því ekki, því að mér finnst að minnstakosti mjög oft í óperuuppsetningum núna að fólk sé búið að tapa kjarnanum. Það gleymir því að þetta sé leikhús, það gleymir því að það er að segja sögu. Ég hef heyrt söngvara, bara málsmetandi söngvara halda því fram að það skipti ekki máli hvort textinn skiljist hjá söngvarunum sem mér finnst algjörlega út í hött. Við erum að miðla tilfinningum, við erum að miðla sögu og við eigum að vera að nota öll verkfærin sem við getum til þess að koma þessum áhrifum til skila og ef þú tekur út orðin, þá ertu að taka út eiginlega alla merkinguna. En stundum eftir náttúrulega með óperu það sem að tónlistingin er stórkostleg en orðin eru bara, verður að segja bara ekki góð, Já, það eru til svona þessu óperu. Það eru til, en ég held að í mörgum tilfellum viti fólk bara ekki að því að fólk hefur ekki séð textan og veit ekki hvað hann er, Það er líka svona. Já, að mörgu leyti þá, þú veist, ef þið hefðu þýtt rakaran bara orð fyrir orð, og við höfum bara sungið það þannig, þá væri það miklu frekar tónlistin sem stæði held ég upp úr einfallega þú veist verkið var náttúrulega gífurlega vinsælt á sínum tíma en það er rosalega fín músík en leikverkið líka, þetta er ekki fyrsta óperan sem er skrifuð við leikverkið leikverkið var rosa success og hann leikskáldið mokaði inn peningum á því eftir hann var búinn að stofna stéttarfélag leikskálda og sjá til þess að fá eitthvað borgað fyrir því að þetta var rosalega vinsælt. Rossini lifði líka góðu lífi, hann eiginlega þurfti ekki að semja músík í lokin og einbytti sig bara að borða mat. Hann samdi líka mjög mikið, hann samdi nú alveg þú veist, hann var með alveg búinn með heilt ævistarf af því að semja tónlist. Ég ætla ekki að taka á hann á matinn. En þú veist, það er hægt að setja upp svona stykki bara, þú veist, og hafa það eins og á listasafni, skilurðu, setja það upp þetta var verkið en svona lifandi listform
það gerist bara hér og nú nema við horfum bara á upptöku af því sko. Og þá finnst mér rétt að leita leiða til þess að og það verður styrkur hérna að vera ekki bundin við að syngja á ítölsku og geta þar að leiðandi fundi leiðir til þess að ekki bara þýða orðin heldur þýða skilur einhvern veginn inn í samfélagið. Já. Og það sem þið gerið að þið takið og breytið textanum til þess að við áhorfendur í dag getum kannski skemmt okkur yfir þetta með svipuðum hætti og fólk gerði þegar þetta var flutt. Nákvæmlega. Og að þið flytið þetta úr hérna svona skala uppsetningunni nær bara, þú veist, þetta var stundum bara eins og maður væri hérna svona söngleikja hvað heitir þetta þarna í Bretlandi sem að Chaplin og fleiri komu upp úr sem að maður sá svona stundum leifara þegar ég var ungur það sem svona bara variety show þetta eitthvað starf þar sko, sem að þið færið þetta úr óperuhúsinu nær eitthvað slíku. Það var upphaflega hugmyndin ykkar þegar þið komuð svona móðgæðir út úr óperuhúsinu í Vín eftir að hafa verið sussað á okkur fyrir að hlæja á gamanóperu að þá var hugmyndin að þú veist, af hverju gerum við ekki bara óperu á bar þar sem að þú veist, við tökum burt allt þetta og við mögum bara vera venjulega klætt og hafa gaman og hafa læti. Já, og líka bara, þú veist, ég þetta tengist inn á í rauninni, þetta allt saman einn stór bolti af teygjum sem að hanga einhvern veginn saman. Við lærðum öll fyrst söng heima og hér heima ekki neitt rosalega löng svona hefð fyrir óperum. Hún á ekki rætur sinni að rekja margar aldir eins og víða á meginlandi Evrópu. Og ég allavega upplifði það að ég fengi svona ansið svona frjálsan taum til þess að kynna sér á einn forsendum heima. Svo því ég kom út, þá fannst mér ég þurfa að bakka með allar mínar hugmyndir gagnvart fólki sem var búið að ákveða hvernig þetta ætti að vera. Og það var ekkert þar af því sem hafði heillað mig upphaflega við þetta. Og þess vegna þegar við fórum að sjá Ástardrykkin, ég og Ragnar, í Statsoper, einu frægasta og svona besta óperuhúsi í Evrópu. Og þá sér maður allt þetta fólk sem komið þarna til þess að njóta og þetta svona ákveðin toppur, lokal maximum þarna og maður sér að ég hef ekkert erindi ég að njóta sýningarinnar í botn aldrei þessu vant, þá þetta sýning sem algjör negla þau að rúlla þessu upp en viðbröð mín að hlæja sem að maður hefði haldið að væri sko talandi hvort þetta sé hefðbundið eða ekki, það ætti að vera mjög hefðbundið að fólk væri að hlæja á gamanóperu en svo í dag þá einmitt þessi nálgun að þetta sé að við séum að þessu vegna einhverjar svona virðingar við séum frekar sko forverðir bara komin í 16. kapelluna og þú skal bara já, einmitt sko og getur því ekki verið stjórnað bara að áhorfendum, það sagði mér einhver sem hafi unnið mikið í leikhúsi í Meðlands í Íslandi það sagði að það veri alltaf vonbrigði þegar tjaldið dregið frá og horfa á salinn að þar væri öldruð yfir millistétt mentuð og það væri sem væri með kröfu það að við værum að staðfesta eitthvað óbreytt ástand og þetta væri eiginlega ónýtur bara það ekki hægt að búa til listi í þessu var svona viðbröðum sko. En þetta með þessi ímynd sem að það svo sé en þetta virkilega hætta á því að svona áhörfundaskari eyðileggi listina. Mér sko toppurinn á þessari reynslu fyrir mig. Talandi óperur þá náttúrulega túrismin náttúrulega líka sem að það allt annað, talandi söngleikja svona, ef við dreifum tjaldi frá, ef við værir á Broadway 1985, þriðjungurinn af salnum sko glaðir hommar, svo kemur AIDS og þurrkar það út og í staðinn ferðu túrista sem eru í helgarferðum. Þetta ekki hægt að líka svo saman við sko hvernig salurinn tekur á móti sko listinni. Þetta alltaf. En eins og ég ætlaði að segja að mér finnst toppurinn á þessari reynslu minni, ef þessari hugmynd hvernig væri sitt óperu bar og við reynum að áhörfundur séu inn í sögunni og allt það og maður náði, þú veist, það rosa gaman að fá hlátur og maður hefur fengið mikið af því við að hugsa Ástardrykkin að fá hlátur í senum, þú veist, sem við vildum fá en þegar í endan kemur rosa löng aría hjá
Adínu ekki Adína er afstöðunum Jú, það er Adínu Það er alltaf eitthvað og það sem að Adínu og Nemorino eru að ná saman og alltaf byggjast upp af því að allt sagan byggjast upp á hvort að þeir nái saman og hvort eitthvað og svo kyssast þau í endan og þegar það gerist að finna, maður er alltaf baksins sko, að hlusta að heyra þegar það gerist svona hróp og fagnaðarlæti það finnst mér vera sko toppurinn á þessu það er svo geðveik tilfinning Já. að hugsa fólki sem nægilega mikið inn í sögunni sittandi inn í kjallaranum litlu hólunni í raun og veru og fólki er nóg mikið inn í sögunni að þegar að þú veist það sem við erum búin að vinna alla söguna 90-100 mínútur af óperu og það kúlminir í þessu allir hrópa og fagna mér finnst það bara, það er draumur ég vil að fólk sé þar í óperuhúsi fólk sé svona investerað algjörlega, að þetta skiptir máli og þá, ég held að þá heyrur tónlistina fyrst þegar næstu þegar hún gleymir henni þá er þetta að finna hana, þá er hún inn í þér sko. Þegar að þú gleymið að fólk sé að syngja þú bara munið ná saman og þá er tónlistina að spila með tilfinningin hennar frekar hann að eyriðin sé að hlusta á þau og greina þetta var nú og það getur verið erfitt vel gert þetta flott háa sé hjá henni þarna og það getur verið erfitt sem músikant að hætta að vera greinandi en ég dýrka því að gleyma því að hlusta á tónlist og ég bara upplifa talandi áhorfendur þá hafði til þess LP-platan mikil áhrif á symfóníutónleika þegar allt í einu komu áheyrendur sem voru búin að hlusta á þetta mörgusunum heima og voru að velta fyrir því að hann spilar þetta nú ekki alveg eins og þessi og þannig að það var allt í einu verður þetta svona erfiðara. Nú er þetta orðið svolítið, þetta er einmitt orðið svona sport næstu því, skilju, þetta er orðið svona klassísk tónlist og ópera lífstíll. Já, næstu því sko. Já, en kannski tengdu því að þið veljið að taka sagt, úr bara kanóninni, gömul stykki. Það er verið að semja óperu núna og við höfum verið að ræða við rauðaborðið. Ég hef stundum svona sagt að við leikhúsmenn. Ég held að óperan sé að koma upp aftur, bara því að skemmtilegt að þessa skoðun. en það er líka bara því að sko arían er eitthvað það sem að sko þetta er eiginlega ekki samtalin á sviðinu, heldur er arían það sem að maður ávarpar salin og úr svona innra lífi og mér finnst það svona bara minnir mér á bara hvernig fólk tjáir sig í dag sko, Facebook er meira og minna aríur ekki ætla til samtals þetta er bara ég að tjá mig þið mig klappa, læka en guðspænum ekki fara en að gríni slepptu þá er náttúrulega verið að semja óperur og sumar bara bara alvarleg mál ég tek stundum dæmi af John Adams óperu Death of Klinghoffer sem að ég, því að þetta er svo góð bíómyndum sem ég gerði upp í myndinni og ég hef lagt það til að RÚV sýna hana bara reglulega af því að ég veit ekki neitt betra listaverk sem að fjallar ástandið í Palestínu. Ykkur hefur ekki dottið í hug að taka bara ný verk þar sem að menn eru raunverulega að glíma við nútímann? Nei, okkur hefur ekki dottið en ég er mjög hrifinn af John Adams sko. Já. Þá þarftu náttúrulega að hafa kór sko. Já, sko það er málið að það eru mjög gjarnan frekar á bæði hljómsveit og mannmark þetta er meiri músík heldur leikhús ekkert endilega en þú veist, ekki kannski endilega í eðli sínu en það eru oft flóknari sko þessar það er líka bara það að því að við kunnum að gera þetta. Við kunnum að taka óperur frá 19. öldinni, stytta þær, fikt í þeim, þýða þær og gera þetta. Við treystum okkur til að gera það, en þegar þú tekur eitthvað sem er samið og tónskáldið er jafnvel ennþá á lífi, þú hefur ekki sama leyfi til þess að fikta í þessu, líka bara sko lagalega hefur ekki sama leyfi til þess að fikta í því. Við þurfum eiginlega að hafa, af því að við erum að setja þetta upp í öðru samhengi, við erum að minnka þetta, við erum að gera þetta ódýrara, þægilegra, skiljanlegra við megum bara ekki gera það við verk sem eru svona nýlega að sko gyðingasamfélögin stoppa þessar sýningar hún hefur bara verið tvisvar sinnum sett upp í New York og bara við með látum sko þannig að ég held að fólk bara hræðist að setja þetta verk upp sem er synd En hvað segir leikhúsfólki þegar þú heldur því fram að óperan sé að koma aftur? Ég hef sagt þetta við hann Arnarsson
sem núna Þorleif Arnarsson Þorleif og þú getur rétt ímyndar hann náttúrulega sama því að náttúrulega hans verk eru meira og minna að breytast í óperu eins og Eddan hans var eiginlega ópera að vanta bara músíkina sko. Þetta var óperu uppsetning sko. Og svo hef ég sett þetta við söngvar og svona það allir sammála, kannski ég bara svona mýl skræfa, ég segi þetta ekki við neitt nema sem ég held að taka undir þetta Nei, þetta langar mér svo mikið sko. Mér langar til þess að, og ég hef fundið það sko, aðeins hjá fólki sem hefur komið til okkar að það margir koma til okkar og sjá óperu og að sjá allt í óperu í fyrsta skipti sem þeir fá svona beintengingu við og sem þessi ákafið í að þú skiljir söguna og og jáfnvel kemur fólki á óvart af því það hafði ekki hugmynd að það gæti fengið svona beintengingu við óperu og mig dreymir að þetta, þú veist, getist þá inspirerað aðra höfunda. Það eru vissulega höfundar á Íslandi sem að semja óperur. Það var ný ópera sett upp í Þjóðleikhúsinu. Nákvæmlega, en það er fullt af sko skáldum, það er miklu meiri gróskuð í kvikmyndagerð og svona. Fólk að skrifa díalóga og heilu seríunar svona. Hvað ef eitthvað af þessu fólki myndi virkjast í að fara, þú veist bara að segja, heyrðu, uppgöta þennan miðil og mig langar til þess að fara að skrifa texta fyrir óperu. En gerist það ekki ef að kæmi skáld, tónskáld á sýningun ykkar, þá sér hann allt í nefnbyttu, það sko lið sem getur flutt þetta sko, sem að gera stundum, það verður breyting í tónlistasögunni bara því að það hæfileikar til þess að flytja það dæmi þegar menn fóru til Bandaríkjanna og sáu stóru hljómsveitirnar sem allt í einu voru einleikarar á öllum hljóðfærum sem að gátu eiginlega gert hvað sem og allt í einu bara breyttu menn sko hvernig menn sömdu af því að þurfti ekki að semja sig niður fyrir hljómsveitina. Já. Það eru mörg dæmi þetta. Á 20. öldinni var samið rosalega mikið af óbótónlist vegna þess að Heinz Holliger var svo góður. Bara næstum öll nútíma, 20. aldar verk fyrir óbó eru tilenguð Heinz Holliger. Manuela Wiesler þegar hún kemur hingað og allt í einu semja sem heil kynslóð tónskálda fyrir flautu. Sem var ekki þekktist ekki áður. Mér finnst þetta samt líka að þetta tvíþætt sko, því að eitt það sem að gerist upp á sviði eins og þú varst að tala áðan með sko, þegar tjöldin eru dregin frá þetta líka spurning það að og það sem að við höfum reynir verið að berjast við alveg frá stofnun að fólk mæti og að fólkið sem að við viljum að mæti viti að við viljum að það mæti og það þessi svona ímynd sem að smitast út frá þessu formi og umræðan í kringum þetta, ég held að það séu allir sammála það, að umræðan í kringum óperu elitísk og hún oftast nær að miða inn á sama markhópinn og það ekki bara hvernig talað verkin sjálf, heldur líka bara hvernig öll umgjörðin og talandi að fá fólk inn á sýningar að í mörgum tilfellum þá hefur þetta bara verið það að fólki hefur fundist það geta mætt þarna og sleppt öllum grímum því að svo mæti sama fólk og sér kannski sömu sýningu í Hörpu og það bara leið að gengur inn þá svona ákveðin stífleiki að nú ég mættur á þessa sýningu og það fólk í kringum mig, ég ætla ekki að vera svona í sætinu mínu. Þú mátt vera svona í sætinu þínu á okkar sýningu. Og ég held reyndar að það alveg hægt í Hörpu sko. Það reyndar, horfum maður yfir salin, ég horf alltaf yfir salin sko. Þá náttúrulega furðulega ára aldur þarna. Og að sömuleitt eru þið eins og maður sér þetta í leikhúsinu líka, það allt annað publikum í Þjóðleikhúsinu eða í Borgarleikhúsinu og svo í Tjarnarbíói. Og þið eru að búa til óperu fyrir publikumi sem mætir í Tjarnarbíó. Eða þú veist að reyna að endurnæra eða endurfæða áhorfendahópinn. Já, absolutt, það líka bara verður að gera það því annars bara deyrir þetta út. Við viljum ekki vera að setja upp óperur fyrir áhorfendahóp sem 200 manns. Það augljóst að það
getur ekki gerst. Það ekki þess virði að gera það. Ópera svo dýr í framkvæmd, meira segja þegar þú gerir hana bara eins og við, þá er samt það dýr í framkvæmd. Þetta það mikil vinna að ef þú ætlar bara að sýna hana fyrir 200 eða 300 áhorfendur, þá þetta bara illa farið með peninga. Mér var gaman að fylgjast með því í gær að til þess rakara kvartettinn, hann fær jákvæðari viðtökur heldur en kannski hann eigi skilið. Nei, þá var ég við að það bara, fólk vanara, það svona vanari húmor og vanari svona músík sem áhorfendur valdir og þess svona hann fær mjög hjartnæmar móttökur, rakarakvartetti. Mér það eitt sem ég var að hugsa þegar ég var að hlusta á þetta að því að ég var svona að reyna að átta mig á þessu, þú veist bara hvort þetta gengi hjá okkur, sko. Og var ekki alveg viss svona fyrstu, sko, 20 mínúturnar og var alltaf að hugsa að byrja, annarkvort þetta ég sem að eitthvað skeptískur á þetta form að sé bara píano og fylgjast með, þú veist, þetta fullþroskaðir söngvarar og eitthvað svona skeptískur svona. En svo fór ég að hugsa líka að því að það svo mikil gleði í sýningunni að kannski það þannig að sýningi bara hrekkur í gang svona eftir 20-25 mínútur líklega þegar þið eru bara örugg með salin og eru örugg með móttökurnar og allt í hennu bara að fara að stækka vængirnir og allir eru bara miklu meira stuði. Þannig ég veit ekki alveg hvort þetta var, sko. Það líka verkið, sko. Já, það svolítið erfitt. Það nefnilega, þú veist, maður svolítið svona, þú veist, það er svo lengi í gang bara verkið, það er svo lengi verið að leggja stóðarnir þangað til að í rauninni eitthvað fer að gerast, sko. Það var nú líka önnur sýning, maður fann hana smá fyrir því, sko, að var svona koma sér í gang, sko. Og líka við erum alltaf í svo miklu díalógu við áhorfendur. Sýningin alltaf, hún byggist á miklu leyti á því hvernig þegar maður kemur fyrst út á sviðið, þá maður alveg að þreifa á því hvernig salur þetta, hvað get ég gert, hvernig funkar þetta og það tekur stundum smá tíma fyrir salin og okkur að svona, já, við ætlum að eiga svona samskipti, þá gerum við þetta svona. En stundum gerist það strax, en stundum þá, og eins og þetta var í gær, þá þurfti það smá tíma. Mér fannst það ganga upp í gær, hvernig fannst ykkur sýningin í gær? Mjög fín. Bara flott, sko. Eins og vorum að tala sko, að þessi vika núna síðasta frá frumsýningu, mörg okkar voru bara veik daginn eftir frumsýningu af því að þetta bara búið að vera margra mánaða bootcamp ferli að íta þessu úr vör og svo mætum við í gær og þetta svona þannig að með margar aðrar, ef við höfum sett upp 3 aðrar sýningar, þær eru allar auðveldari en þessi og þetta eru svona þessir annmarkar komi bara í ljós ég held að 3 vikum fyrir frumsýningu þá segir Tómas leikstjóri af hverju gerist þetta ekki síðar þetta alveg sko dramatúrgískt þetta galið að láta þetta gerast hérna en ekki 4 senum síðar öll ópera myndi ganga svo miklu betur og þá hugsaum við, já, þú veist, ef við hefðum mánuði viðbót, þá myndum við kannski íhuga að hakka þetta ennþá frekar upp en þetta er svona þetta er þannig sýning að resitatífin sem eru þá bara sungin sem eru oftast þar sem að sko mestara upplýsingar komast til skila, þetta er alltaf sami á 3 vikum af Rossini og ariurnar, duettarnir, tríóin, kvartettarnir eru yndisleg og kvintett líka það er unaðsleg tónlist en svo þá þurfum við svolítið svona mikið að hafa fyrir því sko að koma hinum hlutinum til skila því að það er bara rosalega einföld tónlist og þetta er svona þetta er einn af þessum hlutum sem að þegar maður sér þessa sýningu rakaran sett upp annar staðar þá er bara spólað í gegnum þessi resitatíf þau fá ekkert vægi og það er svona þetta er mjög svona stór leikur svona það er enginn að skilja þetta sem leikverk held ég þá missur við söguna þannig þú verður að gangi í gegnum þessa frekar daufu tónlist til þess að ná sögunni og vinna ansi mikið með henni sko, það var svona ákveðin kritík sem að maður var með á Rossini þarna að manni fannst eins og hann hefði
ekki lagt jafn mikla vinnu í þessi resetatív og svo önnur tónskáld Ég held að sé alveg líka bara sterkur möguleiki að hann hafi ekkert samið þessi resetatív að hann hafi látið einhvern annan gera það og setja bara einhverja hljóma hljóma þá bara samið nýja músík fyrir þetta eins og þið sem í nýjan texta, má það ekki? Við þurftum alvörinni að vera kreatív stundum með það sko, og líka því við erum að syngja á íslensku þá það ég allavega að breyta músíkinni mjög mikið sko, eða þú veist ég að aðlaga nótunar sem ég að syngja að tónfalli tungumálsins míns. Það bara ekki hægt annað. En þið þýðið og endurskrifið Sólveig og Þórhallur. Já. Besti spyrja, hvernig finnst ykkur hvernig að syngja þetta? Ég var að reyna að hlusta eftir því sko, af því að það þarf stundum skáld til þess að láta sko orðin líða sko. Ég fór að reyna sko, að á þessu. Það stundum mjög erfitt að syngja sumt sko. Ef það hratt og maður þarf að gera málamiðlanir við samhljóðana, alla samhljóðana sem þarf að koma. Þú ert með svoleiðis og þú ert líka með svona hraða. En það sem sko gott við það ekki, ég var ekki með neina svona hröðu það sem gott við það að sko það stuðlar allt og rímar þannig að maður tiltölulega fljótur að læra það. Það ótrúlega, ég finn það sérstaklega þessari, ef að dótið rímar þá kann ég það svo leið og í restinum það dótið sem ekki rímar þá það maður að sko, æfa bara fyrir einföldustu setningar bara til þess að maður muni þetta bara hvað, ég veit að þú eitthvað svona, eitthvað línur þetta músík, þetta svona ákveðni heili sem að maður har þvílíkt að kafa onni sko. En þessi partur sem svona ofur hraður maður hlustar hann á ítölsku og það bara þetta bara Arians Bartolo ég kann hann ekki á ítölsku það sem þetta bara eins og vélbyssa og ég bara, maður að hlusta á þetta bara hvað þeir að segja og maður skoða textan og eitthvað og það ekki, finnst mér, séns að einhver Ítali myndi skilja hvað hann að segja þannig að ég gaf mér smá leyfi til að ekki ná kannski alveg hverju einasta orði sko, en ég reyni alltaf Ég veist, þú náði mjög vel ég skil alltaf að þú segir þetta maður þarf að brjóta þetta niður sko, ég segi, svo þú þarft að setja inni svo þú þarft að setja inni og svo þarf ég að segja þetta svo er þetta siðinni, þú veist, og þetta verður bara einhverju súpu, þannig ég þurfti bara að brjóta niður, hvenær þarf ég að steppa þessum, bara til að meiningin komið til skilja af einhverju línu svo er þetta siðinni, eitthvað svona það er mest að við skemmt þetta ferði sko, en að vinna bara í minn en mínúta af músík í marga klukkutíma. Herðu, þið eru Óður sem er hópur sem hefur sett upp hvað heitir þetta? Grasrótar ópera, hvað heitir svona fyrirbrigði? Sjálfstæður óperuhópur. Sjálfstæður óperuhópur. Og þið ætlaði alltaf áfram? Já. Rétt að byrja. Það á að sitja, eða það dó í meðferð þingsins ríkisópera eða ekki? Jú. Hún náði ekki í gegn? Það segast frumvarpið til. Þú veist, það er búið að leggja virkilega góða vinnu í það af því sem best sem ég veit sko. Og já, þetta er rauninni bara átt að fara fyrir þing síðasta vor og svo var ég fresta fram að haust og svo náttúrulega bara ekki ríkisstjórnin sko. Horfið þið til þess sem ungir söngvarar að geta sungið heima eða eru þið öll á leiðinni út í heim? Ég meina, ég flutti heim utan ég held að ég sé bara orðin ansi góðu vanur sko að fá að pota í allt sem að tengist svona uppfærslum mig langar bara öllu öðru fremur að halda áfram að setja það sem við erum að gera á svið og mér finnst það vera reglulega mikilvægt og mér finnst það líka að þú veist það þarf að vera meiri flóra í þessum geira og fyrir mörgum sko þú veist, vistkerfi geta borið af sér hverskins náttúruhörmungar og allt sem að kemur fyrir ef að vistkerfið er nú flókið og samþætt sko. Þannig að það að ópera sé bara á einum stað er neikvætt fyrir bransan í heild og mér finnst að við erum ekki bara að stíla inn á
sko einhverja ákveðna kynslóð fólks eða eitthvað þannig, ég meina við erum alltaf bara sjálf í rauninni markhópurinn en fólk sem að þú veist, stundar bara með áskrift að óperum í svona hefðbundnari skilningi það kynnist samt forminu á annan máta og ef þú hefur gaman að óperum þá hefur þú gaman að því að sjá þær í margvíslegu samhengi þannig ég held að þetta sé ekki sko vettvangur sem að það sem að við erum að reyna að skapa ekki einhver svona tilraunamennska eða eitthvað andófsins ekki lakari útgáfa af alvöru óperu. Nei, og ekki, þú veist, við erum ekki þetta ekki eitthvað svona sem við erum að gera á meðan við erum að bíða eftir þjóðaróperunni, sko. Það alls ekki. Við erum að gera þetta af því að við trúum að það og okkur finnst það mikilvægt og við munum halda því áfram. Og þetta væri nauðsynlegt þótt að það sé kannski ekki gott að orða þannig að ef við ætlum að hafa góða ríkisóperu þá þyrftum við að hafa nokkra svona hópa. Ég ætlum að orða þetta þannig með eins og við ætlum að fóðra Hörpu sem að tekur hvað 1400 menns að þá þyrftum við að eiga sko 2 750 manna sali og 4 400 manna sali og hérna 10 200 manna sali og 50 manna sali sem að því miður við eigum ekki sko. Því að sumilítið hefur fókusin allur verið, þetta er eins og Landspítalinn, það er fókusin allur að verða á sko stóru stofnununum á meðan að sko hérna svona grasrótar og einn raunverulega menning getur maður sagt að gesa þetta. Já, þetta þarf að vera svona í laginu sko, það þarf að vera eins og Þórhildur segir, flókið vistkerfi. Og við erum ekkert að móti skilju hérna hefðbundinni óperu hérna og ég elska, ég vil fara til Verona og á Scala og þegar ég er í útlöndum þá vil ég fara í stór óperuhús og sjá stórar og flottar uppsetningar en það þarf að vera til bæði skilju og mér finnst að sérstaklega sko þú veist hérna á Íslandi þá þurfum við að framleiða líka sýningar fyrir Íslendinga skilju þetta er bara eins og með Shakespeare við getum farið til England og farið á skilju ykkur svona púrista Shakespeare sýningu og ég hefði mjög mikið áhuga á því að fara þarna þú veist í Mekka Shakespeare og sjá Shakespeare þú veist bara á frummálinu en myndi ég vilja fara í Þjóðleikhúsið og sjá Shakespeare fluttan á ensku hérna ekki alltaf. Að minnstu kannski ekki alltaf. Það er einmitt málið. Þegar þú segir það er kannski Þetta er það sem allir eru búin að vera að bíða eftir. Já, þú veist, það væri sennilega skilju, þú veist, það væri sennilega lakari útgáfa af hinu skilju, en þú veist, við erum flugvélar og svona sko. Já. En svona byggist menningin upp og ég ætla bara að þakka ykkur fyrir ykkar framlæti þess að búa til hérna menningu hérna í litla bænum okkar, Reykjavík. Ragnar, Sólveig, Áslakur og Þórhallur. Kæra þakki fyrir að koma hingað og tala rakarann í Sevilla. Takk. Takk sem leiðis. Já, þetta er þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hingað komið, Oddný Eir fyrir að taka viðtölum með mér og Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafsdóttir til að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafið hlustað og hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun og minni á eins og ég gera oft að þið hafið byggt upp dreifikerfi okkar með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem hér er og ykkur líkar. Þegar þið segið frá því að þeim ég finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu, það er næst upp á sunnanvert Snæfellsnes og langt upp í Borgarfjörð upp á litlu kaffistofu út á Reykjanesstá. En það má líka sækja þær útasendingar á spilarann, spilari.is á netinu og svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðinu og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtækið. Þar er við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef vill, ég veit ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðinni 24 tíma sólarhrings 7 vikurnar allan ársins hring. Samfélagsumræða við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum Samstöðarinnar. Það sem drífur Samstöðina áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur sem að mér er sagt að sé lágt verð með það efni sem við búum til en það safnast saman þegar að margir taka ákvörðun að gerast áskrifendur. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðin.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.500 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Allt sem við sjáum hér á heyrið er í boði á áskrifanda og við þökkum því kærlega fyrir. Þetta er komið nóg í bili, ég segi góða nótt og svo sjáumst aftur hérna morgun klukkan 8 að þá heldur samfélagsumræðan áfram við Rauðaborðið. Segðu það á Samstöðinni.
Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.